Nú ætlum við að vinda okkur í dæmi 29 á blaðsíðu 86 í bókinni 8.10.6. Hér eigum við að leggja saman almenn brot. Reglan í almennum brotum er að það þarf að vera samnefnt áður en við leggjum saman. Er þetta samnefnt? Já, þá setjum ég þetta upp á eitt strik. Þarf ekkert að gera nefn annað en að skrifa bara hvað er upp á strikinu. 3x deilt með 3, stytti 3 á móti 3, það er 1. Út úr þessu fæ ég 1x þar að segja. Hér er ekki, í bjölinum er ekki samnefnt, þá þarf ég að lengja með 4 hérna megin, 3 hérna megin, til þess að fá samnefnaran 12, 4x plus 3x, ég fæ 7x deilt með 12. Hér er heldur ekki samnefnt, ég þarf að margfalda með 3 hérna megin, 5 hérna megin, lykilatriði að margfalda með sömu tölu upp og niðri í sama broti, semst hér og svo sömu hér. Þessar tvær þurfa ekki að vera eins. Nei. Og eru það ekki í þessu dæmi. Út úr þessu fæ ég svo mikið sem 6a mínus 5a, samnefnarinn var 15 og þá fæ ég út úr þessu a deilt með 15, geta ekkert stytt það nýtt. Í délinu þarf ég að margfalda með 3 hérna megin, 4 hérna megin. Samnefnarinn er 12, 3x plus 12x eru 15x deilt með 12, stytti þetta með 3, fæ út 5 fjórðu x sem er það sama og 1 heill og 1 fjórði x. Skiptir ekki öllu máli hvor svarmöguleikan þið gefið. Við höldum áfram, hér er samnefnarinn 6, þá þarf ég að margfalda með 2 hér og 3 hér. Setjum upp á eitt strik, en nú þarf ég að passa mig. Ég þarf að gera 2 og svo þarf ég að setja þetta í raun í svega. X plus 2 plus 6x. Loka sveganum hérna. Svo margfaldi inn í svegan 2x plus 4 plus 6x deilt með 6, 8x plus 4 deilt með 6. Þannig er ágætt að taka 2 út fyrir svega. Það er að segja, gera 2, 4x plus 2 deilt með 2 sinnum 3, þá styttist þetta út og þá er þetta það sem við sitjum eftir með og getum ekkert gert meira með. Sem sagt 4x plus 2 deilt með 3. Í F-liðnum er ekki tölur undir striki heldur bókstafir. Þá þurfum við að búa til samnefnar og í samnefnarinn í þessu tilfelli er hvað getum við margfaldað annað þannig að það verði hitt. Við getum margfaldað b þannig að það verði ab með því að margfalda það með a. Og þá er samnefnarinn ab, gerum það alltaf í stafrófsröð og fáum út ab mínus 1 plus 2b. Þurfum ekkert að gera hér. Út úr þessu fáum við a b mínus a plus 2b deilt með ab og ég get akkurat ekkert gert við þetta. Þetta er bara svarið. Ég get ekki dregið saman, ég get ekki þáttað og stytt. Þannig að þetta verður bara að vera svona. 2 síðustu. Hér þarf ég að lengja með 2. Þannig að þetta verði 2b undir strikinu. A plus 2 mínus 2a. Út úr þessu fæ ég svo mikið sem mínus a plus 2 eða 2 mínus a deilt með 2b og ég get ekkert gert við það. Skiptir engum máli hvort ég skrifi plus 2 mínus a hérna upp á striki eða mínus a plus 2. Bara passa að hafa rétt formul hérna þessi mínus hjá a-inu og plus eða ekkert merki hjá tvistinu. Síðasta. Þarna getum við ekki margfaldað annan nefnaran þannig að hann verði eins og hinn. Þá gerum við eins og þetta væri 2 og 3 eða 4 og 5. Við margföldum bara með hvort öðru, þar að segja við lengjum hérna megin með x og hérna megin með sveganum x plus 1. Þá fæ ég samnefnaran x sinnum x
plus 1. Og hérna megin fæ ég 3x, en hinum megin fæ ég plus og svo fæ ég 2x plus 1. Hér verð ég að passa mig, ég má ekki stytta hér út af þessum plus hérna. Ég verð bara margfald inn í og draga saman. 3x plus 2x plus 2 deilt með x plus 1. Ég má alveg margfaldinn í þennan sögum, ég er bara vel að gera það ekki. 5x plus 2 deilt með x plus 1 og ég kemst í raun og veru ekkert lengra. Hvort ég hefði margfaldið inn í svigan undir striki eða ekki skiptir ekki öllu máli. Ég má það alveg og sumir gera það. En þá er þessu lokið.